Já, kom inn og hlaupa. Ég held ég ekki hlaupið svona hálftími að 6:44. Ég hef ekki hlaupið svona hægt og verið svona 30 sem ég byrjaði að hlaupa fyrir eitthvað 15 ára síðan eitthvað. Ég get ekki það. Ég ætla eftir að gera hérna kardíóæfingarnar. Þurfum við aðeins að fara að viðra þig hérna, lifrarpylsa þín. Ég skal ekki kalla þig svona feitan aftur kallið minn. Ég ætla að gera þetta. Tökum þetta upp eftir ég er búinn að jafna mig. Það er svolítið dumbungur úti núna, en það er komið sumar. Ég er komin í sumarfrí og ég er búinn að vera virkilega að njóta þessara daga. Það voru frábæri dagar, gott veður og bara eitthvað allt góða notalegt. Við erum búin að vera svona eitthvað að dikta húsinu eitthvað sem þarf að gera. Það er að gera þegar maður er í frí að maður getur takið sér til að gera eitthvað sem maður getur ekki og kann ekki og nennir aldrei að gera fyrir vikið og verður þar alveg aldrei góður í að gera. Svo erum við líka að passa hérna hundinn, hann Elmo, eða hérna mikroflóðhestinn. Hann hljómar eins og flóðhestur. Segja mér að hljóma ekki svo flóðhestur. En svo er alveg hitt sko, og það er það sem ég ætlaði meira að tala um. Það er að hérna, tók mér líka til og ég fann svona, ég er búinn að rembast að reyna að komast allir að hreyfa mig. En ég talaði um þetta einhvern veginn í vetur að ég ætlaði mér að missa einhver x kíló á árinu. Það var svona 9 árs heitið mitt. Linkaði henni uppi. Og ég er ekki búinn að vera að gera satt að segja mjög mikið til að standa við það. Þannig nú komið að því að fara að gera eitthvað í málinu. Fara að grípa til aðgerða. Ég fann hérna skemmtilega síðu, þetta er ekki sponsorað, hún heitir derby.com og mér finnst hún brilljant því að hún er með flottum prógramum, mjög skýrt sett fram, allt eitthvað sem maður getur gert sjálfur, kostar ekki neitt, allt frítt, þetta, þú veist, sponsorað á það maður veit, eða þið vitið hérna styðja með frjálsum fjárframlögum, en annars allt frítt, flott sett fram og svona skemmtilega prógram og ég fann eitthvað svona 30 daga prógram sem notar bara eigin líkamsþyngd til þess að æfa. Maður þarf ekkert einhverjar, maður þarf engin lóð, enga aðstöðu neitt, þannig að maður getur bara gert þetta heima hjá sér út í garði og hver veit hvað. Einhver hlaup inn í þessu og sömuleiðis einhverjar svona þrekæfingar. Þetta er allavega akkurat það sem ég var að leita. Þetta fekk mér til að hugsa, fékk mér virkilega til að velta fyrir mér, mæti í fólki hérna, ég ætla að reyna að drepa það ekki, kvöldið. Það fékk mér til að hugsa, þetta er tími. Þegar við sko erum að gera eitthvað, eins og svona, ég er að fara í sumarfrí, þá breytist rútínan hjá mér. En ef ég vil koma inn einhverjum svona jákvæðum svona lífsstílsmynstursbreytingum, þá er rétti tíminn að sameina það öðrum breytingum. Þegar ég tók eitthvað átak hérna upprunalega í gamla daga, þegar ég kom mér í form hérna, hlægt á því, þegar ég var í góðu formi, veitir, fyrir einhverjum 15 árum síðan eða hvað það var, þá gerði ég þetta með samlega því að fara í sko fæðingarólof. Það reyndist mér mjög vel. Það var hérna, það er hvað sem að breytast hjá manni rútínan, þannig að maður getur alveg eins bætt við einhver annarri breytingu. Það er svo hætt við því þegar maður er svona fastur í daglega mynstrinu að maður bara gerir það sama í dag og maður gerir gegn. Þannig að það er erfitt að breyta. Það er svona einmitt, þegar maður neyðist til að breyta, maður er að fara í frí, mjög jákvæð nauð, en maður neyðist til að breyta einhverju, það er kjörinn tími til þess að lauma inn svona einhverjum jákvæðum lífsstílsbreytingum. Ég held að þetta sé eitthvað sem kannski er þetta common sense sem allir gera sér grein fyrir. Ég var bara átt að með á hann. Mér langar allavega að nefna þetta svona ef skekkinn að væri einhverjur þetta á leiðinni í frí sem eru búin að vera að rembast við til dæmis að koma í stað í ræktina eða hætta að reykja eða hvað og hafa verið að velta fyrir sér hver sé rétti tíminn og hver sé rétta leiðin. Ég veit ekki hvað ég er að tala þetta er bara svona mitt observation eins og segjum á góðri íslensku. Mikið meira það að segja sko. Jú, komið nýtt intro. Já. Hún
búin að vera að gera þetta núna í ár. Yey! Rétt rúmt ár. Ég byrjaði fyrsta vídeobloggið var í rigningu í byrjun júlí síðasta sumar. Núna er komin fyrir hluti júlí. Þetta verður hvað, 47. þáttur, 48. því að fyrsti þátturinn var númer 0 eins og allir góðir tölvunarfræðingar vita að við byrjum alltaf að telja í 0 sko. En þannig að ég ætlaði að gera einn á viku, tókst ekki alveg að standa við það því að þá ætti ég að vera komin upp í 52. En ég er svona, ég er 10% þar sko, þannig að það er eiginlega bara ansi gott sko. Ég er sáttur við það, sko. Já, hörru, annars hérna ætla ég að fara núna út í búð og kaupa kók fyrir Berglindi, eða sko Coke Zero, og þið getið nota tíman á meðan til að læka og subscriba og allt þetta sem á alltaf að gera sko. Herri, gangu til næst.